Góðan daginn, gott fólk, og velkomin til Biblíustundarinnar okkar. Og Biblíustundin er Biblíustund sem einkum hvetur okkur til að lesa orð Guðs sjálf. En við ætlum að kveikja einu kerti á og síðan þessu hér. Allt þetta er réttir röð og að við erum reglufólk, ekki? Eða hötum við reglu. Ef við hötum reglu, þá verðum við ekki alveg að skilja boðskapið rétt í að Drottinn elskar reglu. Hann elskar aga og reglu, að því hann veit gagnsemi bæði reglu og aga. Og þetta er allt saman vegna þess að maðurinn, eins og við segjum oft og vitum alveg er fallin vera og rís upp í sjálfum sér, í raun og veru. Og í sjálfunni vill hún ekki neitt aga, heldur bara gera hvað sem henni lystir. Og þetta er því miður sumpart veruleikinn í raunheimum og birtingamyndin glundroði hversu litið er í raun og veru. En ekki orði Guðs. Það er engin glundroði að því að agi Guðs ríkir yfir og ræður yfir orði Guðs. Og svo kom Kristur, hann vann sitt þarfa verk, færði þá fórn sem hann kom til að færa og gaf líf sitt í sölurnar fyrir manneskju sem þú ert hér að horfa á og hlusta á. Já, mig. Þetta er verkið sem Drottinn gaf, sem sannfærir mig að dauðinn er ekki lengur mitt hlutskipti og mér finnst það sjálfum harla gott. Ég veit ekki með þig, hvað þig varðar, en mér finnst það sjálfum harla gott. Og eftir að maður áttaði sig á þessu, veit maður líka að maður er á leiðin eitthvað. Hvert er ég að fara? Maður spyr sig ekki lengur að þeirra spurningar. Ég er að fara þar sem Drottinn er. Og ég kann vel við þá hugsun, og fyrir mér er það hreinn og tær sannleikur, sem mun raungerast þegar Drottinn vill. En ég þarf víst fyrst að klára skeið mitt á jörðinni eins og þú og við öll hinn og við veitum að einn daginn þá kveðjum við verðum við nokkra jarðarfarir fyrir eftir því hvað við erum orðin gömul en nokkra jarðarfarir höfum við farið í og allt er þetta fólk sem við með einhverjum hætti þekktum og umgengustum og töluðum við og jafnvel ferðuðum með og gerum alls konar með. En það er horfið af vellinum. En ég og þú við vitum að þetta fólk er einhvers staðar, en hvar get ég ekki fullyrt neitt en suma veit ég hvar eru, vegna þess að ég veit að þeir yfirgáfu svæðið með hjarta fullt af trú til Jesú og ég veit alveg hvað það fólk það er hjá honum og delur hjá honum eilíð. Og ef ég skil þetta rétt, þá mun þetta fólk allt saman birtast þegar að Drottinn kemur hann þó ekki með allt þetta fólk með sér? Nei, ég veit ekki, ég man ekki alveg hvernig þetta en það skiptir ekki máli, heldur er sannleikurinn sá að við erum trúuð vegna þess að við viljum hitta Jesú á himnum. Við hittum hann hérna, en við sjáum hann í anda okkar og þreifum á honum í anda okkar sem er örugglega ekki það sama og horfast í augu við hann bara sem að við mann. En það munum við gera á settum tíma, þess vegna verðum við að þrauka. Já, þetta er barátta. Það er alls konar sem rekur og fjörur okkar og það er fullu vinna í raun og veru fyrir trúaðan mann að trúa. Og
ef þú skilur ekki þetta, þá er það vegna þess að þú átt ekki til heilagan anda og hefur ekki þurft að glíma á þessu vegi. Ef þú átt ekki heilagan anda, þá ertu bara það sem þú er alltaf verið, að berjast fyrir sjálfum þér, með einum og öðrum hætti. En við berjumst með þetta fyrir sjálfum okkur og allt saman það, en við vitum að við erum undir afli hans sem skaffar. Og það er svolítið mikill léttir að hafa þetta á hreinu, hann skaffar. Og ég er búinn að vera með Drottni síðan 89, sem ég oft talað um. Og frá þeim tíma hefur mér aldrei skort neitt. En þetta hefur ekki verið alltaf neitt dans og rósum. Og akkur ætti það að vera dans og rósum því að við vitum í hvað umhverfi við erum. Við erum inn í föllum heimi sem gerir bara það sem hann vill, en það sem mér hefur hins vegar sárnað mest er þegar kristnir eru að rísa gegn hvorum öðrum og það er svolítið um það í dag. Við getum ekkert annað en talað um þetta, því að þetta er eitt af því sem Drottinn veit auðvitað af og hann er að fara að laga þetta og ég get alveg fagnað því og ég fagnað því. Þannig að baráttumálin eru náttúrulega heimurinn, baráttumálin, það er vettvangur sem við vinnum á. En hann veit alveg skilyrðislaust að kristnir menn hafi vit á því að vera vinir. Heyrðu þeir það, þeir hafi ekki einu sinni vit á því. Þannig að það er ekki von og góðu. Ekkert í öllum tilvikum. Kirkjurnar eru marg klofnar því miður og þetta er árangurinn af því að það er svona uppundir það að vera óvinskapur á milli. Þannig á þetta ekki að vera og Kristur dó ekki til þess að við uppskærum þetta. Hann getur lagað þetta og ég spyr sjálfa mig, vill ég að þetta sé lagað? Ég segi bara híklust já. Ég átta mig alveg á því að það á að gilda sameining hjá kristnum mönnum. Já, við erum kristnir menn. Og hvað svo? Það nægir. Þannig að við getum alveg verið vinir bara út af þessu nafni. Og ef við erum vinir, þá erum við vinir út af þessu nafni. Og við erum bara vinir. Og látum bara eitthvað annað bara fara sína leið. Og sameinum kraftana. Og hvert eigum við að beina kraftunum? Út á akur Guðs. Og hvað er þar? Syndarinn. Þegar Kristur dó fyrir, frelsaði mig og þig til að sækja. Þannig að við erum á sama bát sem kristnir menn og ef það ríkir óeining borð í bátnum, ætlar að segja mér að einhverju líði vel þar borð. Men þú getur ekki liðið vel undir slíkum kringumstæðum. Þannig að það er eitthvað sem þarf að breytast. Ég breyti engu. Ég er bara aumur maður sem þú. En ég þekki Jesús sem veit ég núna að vinna í þessum málum og ég fagna því. Það er komið nóg að hinum. Leifum bara heiminum að bölsótast út í okkur. En við eigum ekki að vera bölsótast út í hvorn annan að ástæðulausi, því að það er ástæðulaust. Við erum að glíma sömu glímu. Okkur líður stundum svona vegna oft atgangsins í kring. Ekki rétt? Og ef maður finnur ekki skjól hjá trúuðum, þá er bara fokið flest skjól. Þannig við sjáum ef þetta er þannig, þá höfum við einhverju leyti mist marks. Kristinmaður er kristinmaður. Hvar er deild sem hann er? Það á ekki að skipta neinu máli. Við eigum ekki að leyfa ljá máls og því að óvinurinn komist inn í okkar aðir, en það er hann að gera aftur og aftur. Þannig við erum ekki vakandi á verðinum. Við erum að benda á eitthvað allt annað en er. Hvað þetta var það? Ég veit að við erum að lesa bókina mörg af okkur, en ég held að það séu allt of margir sem ekki að lesa hana sér til skilnings.
Af hverju? Hver gefur skilningin? Ég? Nei. Guð gefur skilningin. Heilagur andi og Jesús gefur skilningin. Og það er því gott ráð til að vera tryggur þarna, bara biðja á undan áður maður fyrir að lesa. Drottinn, gefðu mér skilning á orðunni sem þú ert að láta mig lesa núna. Gefðu mér skilning á orðum orðu. Þess vegna erum við að benda mönnum á þetta, vegna þess að ég og þú og við þurfum að bera ábyrgð á okkar trú, því að það getur enginn borið ábyrgð á minni trú nema ég sjálfur, og er það ekki rétt hjá mér? Jú, það er rétt hjá mér og við erum alveg sammála það. En þetta getum við gert. Við getum með léttum leik opna bókina og við getum lesið. Við höfum lesið þannig hér að við opnum bókina og svo bara lesum við að handahófi, eins og við höfum líka oft sagt að þá var þetta ekki massív biblíukennsla. Þetta er hvatning til fólks að taka sér þessa bók í hönd og leyfa bara andanum að bera ábyrgð á kennslunni fyrir sig. Því hann er besti kennarinn. Og það má alveg bóka það að andinn heilagi, hann kennir rétta kennslu og allir svona ærlegir kennarar gera það líka, en þetta eru samt bara menn. Já, manneskjur. Og manneskjur gera alls konar mistök. Þess vegna er langbest að bera ábyrgð á þessu sjálfur, kalla eftir heilagum anda, virkja heilagan anda í sér, og hann er með okkur í lesturinum, og ef hann vill, þá útskýrir hann fullt af hlutum, eða útskýrir hann hluti svona eftir því hvað honum finnst sjálfum, og það er þessi skilningur sem við fáum af lesturinum. Ég hef oft fengið auðvitað skilning af því sem ég heyri, en mestan skilning hef ég fengið í gegnum mína trúargöngu af því að bara notast við bókina sjálfur. Ég ger ekki lítið úr mínum heilaga anda í brjósti mínu, og akkur ætti ég að gera það? Mér var gefinn þessi andi, alveg svo þér. Og það var ætlast til að þessi gjöf væri notuð, og yrði notuð, og hún hefur verið notuð og nýtt. Hann er minn aðal kennari og hefur alltaf verið, og ég fyrirverð mig ekki til það. Mér finnst það góð stað að vera í. En hver er þín staða? Ert þú bara mataður af prestinu þínum? Og ef þú sættir þig við það, þá skaltu bara halda þig áfram. En ég vil ekki vera mataður bara af prestinu mínum. Ég vil bara taka mig bókina í hönd, og ég hef tíma til þess að taka mig bókina í hönd, og margir hafa tíma til þess, myndu það. Allavega þeir sem eru komnir á atvinnumarkaðnum eins og ég og fleiri góðir menn, að við höfum svo mikið tíma í þetta. Akkur ekki að nota hann í þetta góða verk að byggja sjálfan sig upp í Jesú nafni, því eitthvað þá förum við hvort þið er, og það er borðurleggjandi. Og ég vil að ég skili mér þangað sem Jesús er, og ég get það, ég veit af þessu. Hugsaðu þér heimskuna ef ég er eitthvað að leika með þetta. Það væri bara heimska. Ég vil ekki vera heimskur. Og ég veit að þú vilt það ekki heldur. Þess vegna verðum við að gera þessi verk og nota tíman sem við höfum í það. Er það of mikið lagt á okkur? Mér finnst það ekki. Kannski ertu ósammála mér þarna, en mér finnst það aldeilis ekki. Svo fyrir utan það að þá er þessi ágæti biblíulestur skemmtilegu lestur, að því hann er fyrir mig, segðu þetta með mér, hann er fyrir mig. Hann höfðar til mín. Ég er að lesa eitthvað sem er mér hvað gagnlegast og öllu gagnlegu. Það er að lesa þetta orð Guðs, byggjast upp í orð Guðs, og það eru forréttindi sem koma þegar skilningur kemur í kjölfarið á lesturinu. Að því við erum að vinna þessa vinnu, þá fáum við líka þann mat. Þetta er ekkert flókið. En okkur finnst stumt vera flókið, að því við viljum alltaf fara léttu leiðina með svo margt. Það er lenska hjá manninum að vilja fara léttu leiðina með þetta og hitt. En stundum er hún ekkert í boði. Stundum verðum við
að gjöra svo vel að grípa í þetta haldreipi og vinna þessa vinnu. Og við stöndum upp frá borðinu og lesturinnum og kennslunni bara harla sátt við okkur sjálf. Og með árunum og tímanum, þetta tekur allt tíma, þá erum við að byggja upp í okkur alveg hellingsþekkingu og gagnlega þekkingu fyrir trúalífið okkar og máski, ef þið vil, einhverju í kring líka. Þegar við deilum þessu frá okkur. Og okkur ætlaði að deila þessu frá okkur og bókin, Biblían er hugsuð þannig að við deilum henni með þekkingunni, með munni okkar, með skrifum okkar og með tala okkar. Þannig að þetta er okkur uppálagt að gera hverjum sem er. Þannig að þú þarft ekki, ef þú vilt það, þá máttu alveg sitja undir kennslu og gera ekkert annað. Þá ertu líklega bara löt manneskja og þú nennir ekki að gera hitt. Og maður á ekki að líða neina leti hjá sér sjálfum. Það er þetta að rísa upp úr allir leti. Og leti er andhverfa iðjusemi. Og ef Guð elskar iðjusama mannesku, sem vinnur með höndunum sínum og gerir það sem að Drottinn uppáleggur að gera, hann elskar þetta. Af því hann veit að þetta er miklu gagnlegra heldur en svo margt annað sem við vildum helst gera. Og eins og við vorum að tala áðan, þá viljum við alltaf fara léttari leiðina. Við viljum alltaf taka skemmri skírnina. En hún er ekki gagnleg nema sömu leyti. En það sem við gerum og vinnum með höndum okkar og munn okkar og tölum út í Jesú nafni, það er gagnleg. Því að það byggir annan upp og þig sjálfan líka. Þannig að þetta er í báðar áttir. Og þetta er hvatning, þessi þáttur hefur alveg frá fyrsta degi verið hvatning í þessa veru. Aðrir sjá að kenna Biblíuna massíft og það er allt í lagi með það. En það er líka allt í lagi fyrir þig að taka hana fram og lesa. Því um leið og þú lest þá ertu í raun að fræða sjálfa þig. Andi Guð sem býr í þér, hann sér til þess að þú fáir alltaf eitthvað út úr lesturinnum í fræðslu. Og fræðsla þarna, hún styrkir trúna og þér veitir ekkert af því. Og okkur veitir ekkert af því, við þurfum að þess að halda, en við verðum þá að fást til þess að gera þessi verk. Margir eru mjög duglegir við þessa iðju og ég heiðra þetta fólk. Og ég heiðra auðvitað allt fólk, en ég veit að sumir, já, þeir segja það svo oft sjálfur að já, ég mætti nú alveg gefa mig meiri tími í þetta. Af hverju? Af hverju ekki þá að taka sér taki heldur en að segja þetta í 1000. skipti að það er nú að vera að taka við taki? Taktu þið bara taki og byrjaðu. Og að því að þú ert skipulögð manneskja, segir allavega, þá gefðu þér einhvern tíma í þetta. Hei, ég ætla að lesa þegar ég get, ég veit ekki hvernig þú getur það, og ég ætla að vera þá við þetta. Og veistu hvað? Þeir verður þetta tamt. Þetta verður að venju sem er góð venja. Já, það er að venja sig á ávana og óvana og er líka eitthvað sem er gott og gagnlegt. Og þegar þú ert að nema orð Guðs á tíma sem þú hefur valið sjálfur og er búin að taka svolítið frá fyrir þig, þá ert þú að gera gott verk, minn kæri. Og þetta eigum við að leyfa okkur. Þannig eigum við að vera. Og þannig eigum við að vilja að vera því okkur er boðið að vera þarna. Og að gera það sem er rétt, en ekki það sem er rangt. Og það er margt sem vinst með þessu að haldast á veginum, að það er svo margt sem kemur ekki til þín. Og ef það kemur til þín, þá er orðið svo öflugt orðið í það, það feikir því strax út aftur, eða mjög fljótlega. Þannig að næri ekki að hreiðra sig, en ef ekki til staðar til varnar, þá bara hreiðrar það þar sig. Og hvað verður út úr því? Gremja, til að mynda. Og hana viltu ekki, því get ég lofað. Hún er mannskemmandi, hún er eyðandi og við getum svo vel verið lausir við hana, en ekki ef við verjumstum en ekki á neitt hátt. Við verðum að verjast henni og hér ertu með afl sem verst henni mjög vel, fimmlega. Og þetta er aflið sem að í raun feikir þessu út þegar það kemur, því að þetta reynir alltaf að sækja á þig, mun alltaf sækja á þig, en þú verður að vera með eitthvað varnir uppi til þess að standast þetta.
það kemur, það fari jafnar þann aftur. En svo kemur það og svo bara dvelur það lengi hjá þér og svo ert þú verst af öllum gremju fullum. Þú vilt það ekkert frekar en ég. Við erum að lesa sem sagt eitthvað smá eis upp úr gamla, við höfum alltaf gert það, svona þetta dindin og dandin. Og við erum núna í Jóel, þú kannt Jóel utan að, ég sé það nú bara á þér. Ég kann hann ekki utan að, en af því ég er ekki, eins og ég oft talaði, ég er ekki mikið gamla testamentiskarl, ég er miklu meiri nýja testamentisgæi. En ég er ekki að segja hvað þú átt að gera. Og við erum í Jóel og það er annar kafli og við erum í 21. versi og lesum eitthvað þar. Óttast ekki land, heldur fagna og gleðst, því að Drottinn hefur unnið mikil stórvirki. Já, Drottinn. Hann getur unnið stórvirki. Það sem ég get ekki hreyft nokkurn einasta hlut. Þar kemur Drottinn og umbyltir öllu og býr til eitthvað nýtt og úrverður stórvirki. Stórvirki. Til heilla fólki, landi og þjóð. Svona hugsar Drottinn. En hvernig hugsar þú? Skara elda eigin köku? Gefa ekkert frá sér? Það er svona hugsun nokkur margra, allt og margra. Þetta er eitthvað sem Drottinn vill að við deyjum. Veistu af hverju? Hann mun vel fyrir sjá sjálfur. Þetta er mín reynsla. Ef þau vill líka þín reynsla, alveg frá því að ég kynntist Drottni fyrst fyrir margt löngu, hefur þetta verið mín reynsla. Og skorturinn hefur núllstöðu hjá mér. Og ríkidæmið, já, það sem ég þarf er ég með. Vegna þess að ég þjóna lifandi Guði. Hvað með stöðuna hjá þér? Veit það ekki og varðar ekkert hana. En ég get alveg beðið þér bænanærinnar að þú bara lifir í allsnægtum og í velmegun. En hvað ertu að gera til þess að þetta verði? Legðu þig fram bara eins og allir aðrir hafa þurft að gera sem að vilja fá þetta og vertu til að mynda orðsins manneskja, maður og kona. Og Drottinn mér heiðra það að hann elskar að sjá þig lesa sitt orð, því að það er gagnlegast allar annar orð Guðs. Frá þessu verður ekkert vikið og þetta er bara sannleikur sjálfur sem að þú ef til vill trúir. Ég trúi þessu svo nýju neti að orð Guðs sé bara svarið við hverju, því sem þú þarft að vita. Lífið, dauðan, eilífa lífið og það hvernig þú eignast það. Jesú Kristur heitir það af. Þannig að ég velkist ekkert í neinum vafa, en ég get ekki trúað fyrir þig. Ég kem á minni trú inn í ríki Guðs og þú kemur á þinni trú. Ég get bentir á hann sem að gefur þetta, hann heitir Jesús. Hann er mikið afl, gríðarlegt afl. Hann gerði það sem þurfti og fórnaði sjálfum sér, kom til þess að fórna sjálfum sér, hugsaðu það. Hann kom til jarðarinnar til að fórna sjálfum sér. Og hann gerði það. Af hverju? Að hann er með áætlun með eitt og sérhvert okkar. Þegar að atburðurinn skeði við skilnistýri góðs og eils og þessar tvær manneskjur hleyptu ódámunum að sér, þá vissi Drottinn alveg hvað myndi ske. Hann fór strax að gera nýja áætlun. Og kannski hvað ætli sé ekki 6.000 ár frá þessum atburði til komi Jesú. Þannig að þetta tekur allt sinn tíma, en það segir Drottinn á einu stað að hver dagur í honum sé 1000 ár og einn dagur 1000 ár og svo framvegis og framvegis. Allt í einu er þetta komið. Og það skeiði með Jesú. Allt í einu var hann kominn, ekki? Og menn ýmis glöddust eða hefðu enga skoðun á þessu, en þeir gyðingarnir vissu að það kemi konungur sem myndi ríkja yfir þeim og hann kom í Jesú
Og fyrir þeim var þetta bara einhver væskill. Það getur nú ekki gert mikið. En þeir þekkt hann ekki, nema bara sumir. En þarna byrjaði kirkjan. Þess eftir upprisuna og gjöf heilags anda byrja kirkjan. Og hún enn. Sér ekki á henni. Alveg eins og sprungun í enn þann dag í dag, rúmum 2000 árum seinna. Þannig eitthvað er á bakvið þetta. Nú er ég ekki að tala um húsin, byggingarna. Ég er að tala um það sem býr í þér og lofar Guð, lofar Jesú. Þess vegna erum við að lesa orð Guðs. Til að lofa Jesú með réttum hætti. Við lærum hann hér. Viltu það? Hvernig viltu læra Jesú með öðrum hætti? Þú getur það ekki því að þetta er bókin og leiðin sem við höfum. Og ég er alveg óhrættur við að taka hana mér í hönd og lesa hana og fræða mig hana, Jesú, eins og ég verið að gera alveg síðan ég frelsaðist fyrir mjög löngu síðan. En mér finnst það reyndar bara að hafa gerst í gær, en það eru samt áratugir. Þannig allt er þetta nú með sinn tíma og líka annað. Hvaða máli skiptir það? Árin líða og þú eldist. 30, 40, 50. Hvað með það? Þú ert bara í þessu. Þetta er verkefnið. Þú bara heldur áfram með það. Og áratugirnir er að baki telja. Og þú heldur kannski upp á 8. afmælið þitt á sama tíma og ég eftir 10 ára, Guð vill. 8. afmælið. Það er til að hlæja, ég veit það. En hvaða máli skiptir það? Ég ætla að þjóna Guði svo lengi sem ég dreg andan á þessar jörð og Guð veit alveg hvað ég lifi lengi. Og meðan ég er hérna þá mun ég þjóna Guði. Ég mun lesa orðið hann. Ég mun reykja mér að því að þekkja hann. Og hann tekur undir það að hann þekki mig. En hvað með þig? Tekur hann undir það? Hvað sagði hann ekki við Fílipus? Ég hef verið með þér allan annan tíma, Fílipus, og þú þekki mig ekki. Þeir voru bara mjög nánir, hann og Fílipus. En svo spyr hann Drottinn á einhverjum stað einhverja svakalega bjónalega spurningu. Og hann segir, þú þekki mig ekki, Fílipus. Ég er búin að vera með þér allan annan tíma. Það er nefnilega málið, að við þekkjum ekkert alltaf Krist. Og þess vegna erum við að gera alls konar skráveifur inn í til að mynda söfnuðunum okkar. Af því við þekkjum ekki Krist. Við þekkjum ekki kærleikann. Við þekkjum ekki þessa elsku sem hann ber til annarra kristina mann og kvenna. Við þekkjum það ekki. Af hverju? Að það er eitthvað lokað hjá okkur sjálfum. Fyrir þessu. Af því við leyfum ekki Drottni að komast þar að. Af hverju? Hver skilur mannshjarta? Ekki skil ég það. En þetta er staðan. Þetta er það sem er. Og þetta er það sem ég bið Drottnum að lækna og leysa og koma okkur frá þessum stað. Því þetta er rangur staður og þetta er ekki góður staður að vera á í því ljósi að við eigum að standa saman sem eitt. Er það ekki rétt? Er það ekki kennt? Við erum alltaf með uppi einhverju afsakanir að þetta gerist þarna og þetta gerist þarna og ég er bara alveg glataða með hann maður. Ég er ekkert með þessu. Þetta er hugsunin. Þetta er röng hugsun. Ég veit að þér er ekki sama að vera haldin rangri hugsun. Svo mikið veit ég. Þannig við sleppum öllum svona þvælu og einhendum okkur í verkið í samstöðu. Og hver elskar ekki samstöðuna? En hver er að stuðla samstöðu? Það er ekki margir. Það er bara allt og fáir. Af hverju? Ég segi bara aftur, hver skilur þetta mannshjarta? Hann talar út munn sinn á alls konar. Flott maður. Svo gerir hann það ekki. Af hverju ekki? Já, hver skilur þetta mannshjarta? Þetta er maðurinn sem þarf á Jesú að halda, sem drífur þetta allt á stað. Hví oft hefur hann ekki drifið mann sjálfan á stað. Bara allt of oft, finnst manni. En hann gerir það. Þetta er þarflegt verk sem hann er að vinna í gegnum fyrir mönn og hendur þess saman. Og það gildir sama þig. En hefur hann fengið að nota þig eins og hann hefur viljað. Ég veit ekkert það. Og það er ekkert að vita það, en ég veit það að þegar þú ert að lesa orðið og gerir það reglulega, þá er það alltaf að drífa þig. Það byggir upp einhvern kraft sem færi þig af stað til þess sem Drottinn kallaði þig til. Mundu það, þú ert köllum manneskja
gerðu fyrst og fremst það sem hann er að biðja þig um. Láttu ekki hróp og köll manna vera neitt að hafa áhrif á það. Þú hefur þína köllun, sendu henni. Hver er hún? Þú líklega veist það. Ég varðar ekkert um það. Ég blessa þína köllun. Og ég blessa hana tvöfalt, þért að nota hana í Jesú nafni. Það eigum við að gera. Við eigum að nota hana í Jesú nafni. Þá höfum við stigið fram í þeim krafti að köllinin okkar er að nýtast, ekki ónýtast. Hún er að nýtast og trúðu mér með það að því að drottin er á bakvið, þá er gagn að þessu. Þú sérð kannski ekkert gagn og þú þarft ekkert að sjá neitt gagn. Og þetta er eitthvað sem að menn komast yfir. Og þeir bara gera þetta þegar þeir vita að drottin er á bakvið. Og drottin er með heildarmynd, hann er með fullt af fólki út allt sem búa til eitt pott, eina heildarmynd. Og hvað er þinn partur í þessari heildarmynd? Ég veit það ekki, en þú má trúa því hún er þar, einhvers staðar. Þetta er trú sem drottin vill gefa bæði mér og þér. Bara engin spurning um það og ég get sagt þér það að þetta hefur verið drifkrafturinn minn fram á þennan dag. Menn hafa ekki komið til mín og klappað mér á öxlinu og latjaðu drengur, latjaðu, haltu þessu áfram. Það hefur nú verið sagt um mig en líklega mörg ár síðan það var síðast sagt um mig. En hvaða máli skiptir þetta? Ég veit hvað ég á að gera. Veist þú það hvað þú átt að gera? Já, ég bið Guð um að þú vitir það. En ertu að gera það? Já, ég bið Guð um að þú gerir það, já. Svona getum við verið að biðja hvort fyrir öðru. Og á þessu leiti erum við líka samtaka. Við erum saman í þessu. Þó við séum ekki saman. Þá erum við saman í þessu. Drottin tengir þetta allt. Og viljum við það ekki. Við elskum það. Ekki stuðla sundrung. Vert ekki þar. Og ég bið Guð um að ég sé ekki þar. Hafi ég einhvern tíma verið þar, þá bið ég afsökunar á því. Mér vitanlega hef ég ekki verið á þeim stað. Af því ég er ekki þessi týpa. Ég er týpan sem vil standa með því sem er gott. Og ég veit að þú ert það líka, hvað síðan sem þú gerir, það veit ég ekkert um. En ég hvet alltaf til orðsins, að ég veit að það leiðir eitthvað svo mikið af vitlausum. Já, hérna við erum í Efesusbréfinu núna, þetta er Nýja testamentið, ef þú veist það ekki. Og hvað er að, já, hérna er nú alveg hræðilega lesning. Nei, hún er fín þessi. Mjög góð. Það er annar kafli Efesusbréf Páls til Efesusmanna. Þið voru dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarætti þessa heims að vilja valdhafan í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Já, verkar í þeim sem ekki trúa. Einhver andi sem leiðir okkur beint inn í dauðan. Og þar voru við. Kristur kom og reddaði þessu með dauða sínum. Og við kunnum ekki einu sem að þakka þessa upprisu hans og erum að hnýta hvort í annan. Synd. Og við erum að hætta að syndga. Við erum að standa saman. Og það er miklu minna mál að standa saman ef við höldum. Við skulum bara byrja að standa saman. Og við byrjum á því að verða vinir. Það er góð biti. Við erum vinir. Vináttan er rosalegt afl. Og hvað gerir söfnuð að góðum söfnuði? Það er ég búin að sjá. Vináttan. Við höfum nefnilega vanrækt þessa vináttu allt of lengi. Við höfum ekki verið að keppa því að byggja hann upp. Við höfum setið og hlustað. Gamla hlustað. En ég veit hvernig við byggjum upp vináttuna. Og ég held að menn séu að vakna með það. Við komum saman í hóp. Og það ræðum við málin. Ég held að sé ekkert að því til að byggja vináttu að sömu menn og konur, sama fólk komi saman og ræði til að byrja með. Þegar við komum mörg saman nokkur sinnum, þá sama fólki saman, þá verður til vinátta. En ef þetta er alltaf verið að blanda þessum hópum, þá er alltaf einn við þegir og það er ekki reyna einn. Vegna þess að hann þarf að komast inn í hópin.
Þess vegna er allt til að vera með sama fólk í sama hópi ef það er mögulegt. Því að þeir sem þekkjast, þá er nú að tala tæpið úr okkur laust og það veistu, við eigum að gera það. En auðvitað ef ykkur kemur og þá náttúrulega kemur hann í hópin og hann segir ekki neitt. Hann segir allar nafnið þitt. Og svo opnar hann munnið og horfa allir á hann og hann segir. Þetta er ekki að byggja upp vináttu. Svona eru við menn. Þegar við höfum ekki alltaf þroska til þess að gera það sem við erum komin til að gera, að byggja upp vináttu, en gerum það ekki að því við erum svo miklu klaufar við sund. En það er ekkert að því, kæru vinir, að vera með hópa, þeir byggja upp vináttu. Það er líka allt í lagi að vera með sömu kalla og kellingar í hóp. Til að byrja á því að byggja upp ykkur af vináttu. Og það gerum við þegar við erum að þekkjast. Deila með hvort öðru, raunum og sorgum og gleði og öllu. Og svo náttúrulega fyrir utan erum við að tala um Guðs orð sem er aflið sem við erum eiginlega best til þess að gera þessar hluti. En þetta hefur verið vanrækt svolítið í kirkjunni. Þetta hefur verið svona koma og fara, en þetta hefur ekki verið einn af föstu punktunum. Föstu punkturinn er að setja og hlusta. Gott mál. Hitt er líka gott mál. Og þá, já, eins og vorum að tala um, vináttan er rosalegt afl. Þú getur rétt ímyndaðir það, hvort það verði ekki ráðist á þetta, þar sem þetta er. En við viljum ekki að það gerist og við munum koma í veg fyrir að það gerist. Við verum að vita hvað þetta snýst. Vitum við það? Já, ég held að menn viti það en verkum séu oft áfátt þar. Og það er ekki gott. Og þess vegna erum við að lesa orðið. Þess vegna hveti ég menn til þess að lesa orðið vegna þess að það gerir okkur gott. Efesmanna voru ekki að lesa eitthvað þar áðan. Kannski væri ég að lesa þetta. Sama vers ég manna ekki. En við lesum það bara aftur. Góð vísa er bara aldrei of oft kveðin, þú veist það. Þeir voru dauð vegna afbrota ykkur og synda, sem þeir lifðu í áður samkvæmt aldarætti þessa heims, að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins liðu við öll fyrrum lötum jarðbundnum girndum, gerðu það sem okkur listi og refsidómar Guðs vofðu yfir okkur eins og öðrum mönnum. Já, við vorum þarna, en ekki lengur. Að því að drottinn kom, gerði sína vinnu, reis upp frá dauðum, gaf niður heilagan anda, stofnaði söfnuðinn og við erum þar. Að læra að halda okkur við drottinn og sleppa öllu öðru. Það er lærdómur, sleppa öllu öðru. Og hvað gerir? Við reynum það á einskinni, hann mun vel fyrir sjá. Það er mín reynsla í mín, 35-6 ár, að mér hefur aldrei skort neitt eins og ég marg oft talað um. Að þegar maður er að leika þessa, maður er að vinna þessa vinnu. Og er ekkert að hlífa sér við þessara vinnu. Og þess vegna er maður það sem maður er. Og ég vil að við sameinumst þetta kristna fólk. Það er ræðilegt að vera inn og gremju bolta sem að urrar bara á mann þegar hann sér mann. Af hverju? Spurðu hann að því ekki mig, ég veit það ekki. En þetta á ekkert að vera svona. Þetta er bara sundurungarafl sem komst inn og gerði skandal. Af því við leyfðum sundurungaraflinu að komast inn og gera þennan skandal. En það áttu aldrei að leyfa. Og við ætlum að standa bara gegn þessu eftir leiðis. Hvert og eitt ætlar að standa gegn þessu í Jesú nafni. Og þá fer þetta út. Við fáum aftur það sem við áttum. Og við förum að lifa jafnvel í kærleika hvort til annar. Þannig á það að vera. Þetta er það sem Kristur kom til og dó fyrir. Ekki einhverja sundrung og einhverja gremju og eitthvað svoleiðis, einhver leiðindi. Hann er ekki þar. En við búum þetta til að við erum alltaf að missa niður trúna. Við leyfum en ekki að vaksa og haldast í einhverjum farvegi. Þetta er alltaf bara hipsum haps, einhvern veginn. Já, sumum, ekki öllum. Þannig er það nú alltaf. Það er ekki alltaf
Það er ekki allir þarna, en allt og margir saman. En það er komið tími á þetta hjá okkur, við erum hérna bara vissan tíma. Og Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram í Jesú nafni og verið sæl.